(552) fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn að Tjarnargötu 12 þann 16. október 2018 klukkan 1700 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Styrmir Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Ríkharður Ibsen, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Takk fyrir þetta. Kjartan Már Gjertason bæjarstjóri og í forsæti Guðný Birna Guðmundsdóttir. Nú, það eru 8 mál á dagskrá fundarins í dag en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 4. og 11. október síðastliðnum, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. október, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 2. október, fundargerð fræðsluráðs frá 5. október, fundargerð velferðarráðs frá 10. október, fundargerð menningarráðs frá 12. október, skipan forsætisnefndar vegna breytinga á samþykktum Reykjanesbæjar og að lokum upplýsingatæknistefna Reykjanesbæjar síðari umræða. Nú, tekin fyrir fyrsti dagskráliður sem fundargerð bæjarráðs frá 4. og 11. október en orðið laust fundargerðirnar. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að gera að umtalsefni atriði úr fundargerð frá 11. október. Það eru 2 mál sem mig langar til að tæpa á. Annars vegar það mál sem að númer 5 varðar fundargerð heilbrigðisnefndar Suðurnesja frá 20. og 7. september og síðan annað mál sem snýr að 9. máli sem fundargerð Heklunar Atvinnuþróunarfélags Suðurnesja. Svo ég byrji nú bara á heilbrigðisnefndinni. Það vakti athygli mína þar að verið var að kjósa formann heilbrigðisnefndar og að þessu sinni var fulltrúi annars sveitarfélags en Reykjanesbæjar kjörinn formaður og ég finnst þetta skjóta skökku við bæði finnst mér það merkilegt að sveitarfélag sem að telur það bil, milli 70–80% af íbúafjölda svæðisins sem við búum hér á, skuli ekki hafa formann í slíkri nefnd. Og svo finnst mér að einmitt líka vera merkilegt með hvað hætti þetta bókað. Mér finnst það bara sérstakt að við fáum ekkert að vita hvernig atkvæðagreiðsla fór fram. Fór þetta þannig að hann var kjörinn með 3-2 eða 4-1 eða með hvað hætti gerist þetta. Ég verð að lýsa furðu minn á því bara í svona samstarfi okkar við sveitarfélögin hér í kringum okkar almennt að við þurfum að vera í þeirri stöðu að hafa minni hluta fulltrúa í slíkum stjórnum og geta þá í framhaldi af því mátt sæta því að við munum ekki á nokkrum tímapunkti hafa formann í þessum nefndum. Vegna þess að þarna til dæmis höfum við 2 fulltrúa, hins sveitarfélögin hafa 3 og geta þar að leiðandi útilokað okkur frá formennsku ef þau kjósa svo. Þannig að mér finnst þetta að vera mjög sérstakt að það sé verið að búa hér til samstarf þar sem að hallar verulega á það sveitarfélag sem langstærst í samstarfinu. Mér fannst bara rétt að vekja athygli á þessu. Nú, mér langar líka að gera umtalsefni og leggja hér fram bókun
sem undirrituð af öllum bæjarfulltrúum vegna þess að í fundargerð Heklunar, sem 9. máli í bæjarráðinu, kemur fram að það er verið að úthluta fjármunum hér á Íslandi, sameiginlegum fjármunum til uppbyggingar, til þróunar landshlutana, og það gerist þar að við fáum ekki krónu, ekki eina krónu með gati. Það eru 107 milljónir sem eru til ráðstöfunar og einhverjir taka þá ákvörðun að koma því þannig fyrir að landshlutir Suðurnes fær ekki eina krónu. Ég verð nú að lýsa því yfir, mér þykir þetta furðu sætt að svona sé farið að. Við erum ítrekað að upplifa það að það sé verið að ráðstafa fjármunum inn á landshlutana þannig að sumir landslutar fá miklu meira heldur en aðrir. Maður getur skilið að við ákveðnar aðstæður sé það þannig. En mér þótti merkilegt að heyra fulltrúa ríkisvaldsins á fjármálaráðstöfunum sveitarfélagana í síðustu viku segja að þeir mætti ekki mismuna sveitarfélagunum. En ég get ekki betur séð en það sé sýkt og heilagt verið að því. Sýkt og heilagt verið að því. Að sjá til þess að við séum ekki að fá það sem aðrir landshlutar fá. Mér þótti það athyglisvert að fundi með þingmönnunum sem haldið var nýverið með okkur bæjarfulltrúum á Suðurnesjum. Þar kom meðal annars fram í máli framkvæmdastjóra SSS að við varum að fá 10.000 per íbúa inn í heilbrigðisstofnunina hér. Á sama tíma á Vestfjörðum fengu 37.000. Talandi jöfnum. Við erum að fá rúmlega 100.000 per íbúa í heildina en aðrir landshlutar fá allt upp í 300 og eitthvað þúsund. Og þegar svona kemur endurtekið, þá er bara rétt að við látum heyra í okkur. Og ég ætla að leggja hér fram bókun sem allir bæjarfulltrúar hafa skrifað undir til þess að ítreka óánægju okkur með hvernig að þessum málum er staðið. Bókun lögð fram á bæjarstjórnarfundi 16. október 2018. Bæjarstjórn tekur undir athugasemdir stjórnar Heklunar Atvinnuþróunarfélags Suðurnesja frá 5. október síðastliðinn. Samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu var engu úthlutað til Markaðsstofu Reykjanes af þeim 107 milljónum sem úthlutað var til svæðisbundinnar þróunar. Ítrekað hefur verið bent á að Suðurnesin sitja ekki við sama borð og aðrir landshlutar þegar kemur að úthlutun opinberra fjármuna og er þetta enn ein staðfestingin á því. Og undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar. Forseti, gjörðu svo vel. Þakkir. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Ég er að koma upp undir lið 1 á 1188, hvernig segir maður þetta eiginlega? 1188. Nákvæmlega. Fundi 1188 hjá bæjarráði, 4. október, sem er beðin um kaup á tímum í sporthúsunni fyrir knattspyrnudeildir Keflavíkur UMFN, sökum aðstöðuleysis. En Íþrótta- og tómstundaráð vísaði erindun í bæjarráð á fundi hjá sér 2. október síðastliðinn. Núna er bæjarstjórn að vinna fjárhagsáætlun fyrir árið 2019, þannig að óskir fjárveitinga fyrir það ár eiga að vera komnir inn á borð hjá okkur núna. Ég er mótfallin því að deildir, sama hvaða deild það er, geti óskað eftir fjárveitingum að miðju ári þegar að fjárhagsáætlun fyrir árið er lokið. Ég hef fullan skilning á aðstöðuleysinu í fótboltanum og stefnumótun í þessu málaflokki er að fara af stað sem klárlega er þörf á. Ég vildi bara vekja athygli á þessu. Takk fyrir.
Takk fyrir Díana. Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Sama mál og Díana var að vitna í úr 1188. Stefnumótun, það sem sagt brýn þörf á þessu og þetta náttúrulega bara plástur. Og við eigum eflaust eftir að fjalla meira þetta þegar við kemum að íþrótta- og tómstundaráði, fundargerðinni þar. Það þarf að svona líta aðeins til lengri tíma heldur en bara næstu áramóta með íþróttafélögunum, varðandi aðstöðu, aðbúnað og fleira. Þetta bara löngu tímabært. Þá ætlum ég að flytja mig yfir í 1189. Og þá erum við lið 2, skipin í öldungaráð. Ég set mig alfara á móti því að Baldur Þór Guðmundsson verði settur í öldungaráð. Ég ætla að mótmæla því og stinga upp á Rúnari Vaf Arnarsinni í staðinn. Baldur er gjörsamlega vanhæfur í þetta verkefni. Allt ungur. Þannig að við breytum því. Hér var aðeins minnst á þetta með formennskuna og þessi félög okkar, sem sameiginlegu félög okkar hérna á Suðurnesjum. Og ég bara tek undir með Guðbrandi að það svona fara að halla verulega á okkur á þeim vígvellinum. Og mér fannst það bara að byrja á síðasta aðalfundi SSS, þar sem að var verið að fækka í stjórn úr 5 í 4, vegna þess að bara sveitarfélögum að fækkar. Á meðan íbúafjöldin hjá okkur eykst með hverri mínútu, eins og skáldið sagði í Kjósinni, að þá hefðum við átt að nota tækifæri og fá 2 fulltrúa þarna inn í SSS. Við erum að halda þessi landshlutasamtök úti. Mér finnst svona meira litið til þeirra. Þannig að ég hefði viljað sjá okkur fara þar inn með auka mann til að halda líka betur bara utan alla þessa þræði. Þetta gerist í Kölku, þar missum við formennskuna. Ég veit ekki af hverju það gerist. Svo í heilbrigðisnefndinni. Og ég veit ekki hvort það hefði spilað enn í að þarna maður sem búinn að vera í heilbrigðisnefnd í þó nokkuð tíma, að hann hafi þótt efnilegu formaður. Eða hvort að það hefði komið eitthvað tilmæli frá framkvæmdastjóra að þetta ætti við núna. Eða hvað gerist, en allavega finnst mér að við þurfum aðeins að skoða þetta, hvernig aðkoma okkar að þessum sameiginlegu félögum okkar. Þar á líka við Reykjanes jarðvang. Og þá stendur aðeins upp á okkur, þess að þar var skipað í stjórn á aðalfundi Reykjanes jarðvangs. Og þar eru allir bæjarstjórar, sveitarfélagana, þannig kringum okkur, en ekki frá okkur. Þar sem sagt starfsmaður. Og var gerð athugasemd við það á aðalfundinum að það hefur verið æskilegra að vera með bæjarstjóran einmitt á þessum sömu nótum, þannig að við séum meira vægi inn í þessum félögum sem að sveitarfélögin á Suðurnesjum standað. Og svo náttúrulega, já, ég var með þetta Heklumál og náttúrulega alveg forviða yfir því hvað við verðum alltaf útundan. Meira var það ekki í bíli. Takk fyrir Baldur. Ríkharður, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla bara aðeins að koma inn á það sem að Guðbrandur og Baldur voru að ræða varðandi formennskuna í þessum félögum og hvernig hallar á Reykjanesbæ. Ég þekki náttúrulega Kölku afskaplega vel, var þar formaður í mörg ár og þurfti að takast á við hansi ærin verkefni þar. Núna eru Reykjanesbær með vel rúmlega 70% með íbúatölu í Kölku, en við erum ekki með formann
Við erum með 2 fulltrúa og við eiginlega svona sitjum eftir. Og þið nefndu náttúrulega hin félögin, það sem hallar á okkur líka. Og ég renni eiginlega bara svolítið grun í að hér skorti á samtal og undirbúning við hin sveitafélögin. Og ég held að við þurfum aðeins að svona skoða þetta mun betur. Þetta er ekki nógu gott ef að við erum komin í þá aðstöðu að vera með vel rúm 70% og við erum í minni hluta í félagi eins og Kölku og ekki einu sinni með formanninn, sérstaklega í ljósi þeirra málefna sem að þar liggja fyrir. Þannig að ég vil bara svona ítreka það að þetta þurfum við að skoðast betur. Takk fyrir. Takk Ríkharður. Gunnar Þórarins, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og gestir. Aðeins þessar fundagerðir báðar, 1188 og 1189, sem að geifli þessu út úr sér. Þá langar við byrja á því að taka undir með þeim sem hafa hér fjallað það hvernig við í raun og veru tökum þátt í þessum sameiginlegu verkefnum sem að verið að gera með hinum sveitafélögunum, en erum ævinlega í minnihluta. Það auðvitað óboðlegt og ég hef margoft talað fyrir því að við þyrstum að gera eins og til dæmis á Stór-Reykjavíkursvæðinu, þar sem að Reykjavík hefur reyndar bara 1 fulltrúa en fer með atkvæði hlutfalli við íbúafjölda. Þannig að ef þetta væri hér, þá væri við alls staðar með meirihluta, 70% meirihluta, sem að þýddi það að við þyrftum ekki að sæta því að vera ævinlega einhvern veginn minni en allir aðrir. Það bara gengur ekki. Og við þurfum með einhverjum hætti, og ég tek undir það, auðvitað þarf að fara fram samtal, en það þarf einhvern veginn að koma því þannig fyrir að við höfum meiri áhrif þarna. Það er bara alveg augljóst. Aðeins varðandi sportið og þessa ákvörðun bæjarráðs að setja meiri pening í íþróttirnar. Hvort það hægt að ákveða að breyta fjárhagsáætlun ekki, þá það bara gert ráð fyrir því í fjármálareglum sveitarfélaga. Það gert ráð fyrir því að menn geti tekið inn ný verkefni, en það þarf að gera grein fyrir því og það verður að falla innan einhverja marka, en það bara bættur við einhver viðauki við fjárhagsáætlunina og þar með það komið í gegn. Þannig að ég finnst þetta eðlilegt, það ævinlega einhver verkefni sem kom upp sem að þarf að taka inn í verkefnin. Við þurfum að hafa það, alveg bara nauðsynlega. Já, varðandi þessa undirskrift, þá þetta bara auðvitað sjálfsagt að vekja athygli á því hvað við erum settið til hliðar í allt of mörgum verkefnum. Þetta bara eitt af því. Takk fyrir. Kjartan Már Kjartansson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins út af umræðu hér stjórn Reykjaness jarðvangs. Tengist þessar umræðu sem hér í gangi hvar við eigum sæti og forystu í sameiginlegum nefndum. Þá það rétt sem kom fram í máli Baldurs að það var aðeins rætt þá á aðalfundi jarðvangsins núna síðast að Reykjanesbær hafi skipað annan starfsmann en bæjarstjórann í stjórn. Ég tók sæti sem varamaður í stjórninni en Sigurgestur Guðlusson, verkefnastjóri viðskiptaþróunar, tók sæti sem aðalmaður í þetta við í rauninum þrjár stjórnir, það að segja stjórn Reykjanes Geopark, stjórn Heklunar og stjórn Markaðsstofu Reykjanes. En ég sat sem aðalmaður í þessu stjórnum á síðasta kjörtímabili fyrir hönd Reykjanesbæjar, sat einnig í stjórn Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar, sat einnig í stjórn
eða var í verkefnastjórn Aerotropolis og svo náttúrulega sitt enn í nefnd sem að fjalla endurskoðun á aðalskipulagi Reykjanesbæjar og okkur fannst bara rétt að dreifa þessu aðeins meira og virkja fleira fólk og stjórn almannavarna Suðurnesja, ég glemdi því, var þar og þar áfram og þessu kjörtímabili verð ég í stjórn almannavarna og svo vinnuhópum eins og endurskoðun aðalskipulags og víðar. Það ekki nein krafa það að það séu bæjarstjórar sveitarfélaganna sem sitja í stjórn Reykjanesjarðvangs. Það ekki lög eða reglur. Það hefur verið æskilegt og það sem það var nú kannski ekki beint gerð athugasemdir út á fundunum heldur fannst mér Baldur þetta meira snúast það að menn söknuðu þess við bæjarstjórnum höfum hist þarna reglulega einu sinni í mánuði á þessu vettvangi og geta spjallað svona þá ýmis önnur mál sem hafa verið kannski hefur verið nauðsynlegt að tala og þeir voru svona meira að hafa orð á því að þeir söknuðu þess að við myndum ekki hittast jafn oft og áður. En ég sagði við að við myndum bara bæta úr því og hittast á oftar ef þannig og svo sem gerum það reglulega, bara á öðrum stöðum. Þannig að Sigurgestur alveg fullkomlega hæfur sem fulltrúi okkar í öllum þessum stjórnum og þetta tengist vel inn í þau verkefni sem hann að sinna og ætlar að sinna og mun gera og bara flott að hafa hann þarna sem okkar fulltrúi. Takk fyrir bæjarstjóri. Hverju fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs? Það langar mig að bera sérstaklega upp samþykki fyrir tillögu bæjarfulltrúa Baldurs að losa sig úr öldungaráð. Einhver mótfallin tillögunni? Þá telst hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá ber ég fundargerðirnar upp til samþykktar, afsakið. Hver samþykki fundargerðina? Og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við í næsta lið sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og við munum taka fyrir að venju eru nokkri liðir í fundargerðinni sem við þurfum að samþykkja sérstaklega þannig að við munum taka þá fyrir fyrst og við skulum byrja að taka fyrir lið 2 sem Helguvík breyting á deiliskipulagi og orðið laust undir þeim lið, Friðjón Einarsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég sé það og legg til hér að ungmennaráð mæti ætíð fyrir alla bæjarstjórnarfundi hjá okkur. Það allt annað rómur og maður langar að klappa fyrir öllum ræðimannu hérna uppi. Þannig að fyrir forseti að ræði ungmennaráð að fá alla fundi hjá okkur. Þannig að þetta verður svona létt og gleðilegt. En eitt af því sem ungur drengur í ungmennaráðinu nefndi hérna áðan var kísilverið Helguvík og framtíð þess. Og ég nú kannski komin upp ekki alveg út af því að hann nefndi það en út af lið 2. Það Helguvík, breyting og deiliskipulagi. En með leyfi forseta að þá kemur fram í fundargerðinni að Verkís EOF fyrir hönd Stakksbergs EOF óskar að skipulags- og matslýsing verði tekið til meðferðar samkvæmt 43. grein skipulagslaga númer 123/2010. Jafnframt óskað eftir heimild til að vinna deiluskipulagsbreytingu í samræmi við ofangreinda skipulags- og matslýsingu samkvæmt 2. málsgrein 38. grein lagana. Þessu hafnað í ráðinu og ég með ákveðna tillögu sem ég ætla að fá að lesa upp með leyfi forseta. Fyrst vil ég segja það að þetta mál er stórt og mikið og vekur mikla athygli innan sveitarfélagsins sem utan þess. Við þurfum að vanda valið vel. Það ekki allir að sama mál í þessu máli og okkur finnst vanta upplýsingar og sérstaklega kannski vantar okkur nánari upplýsingar frá Skipulagsstofnun og sem við höfum ekki ennþá fengið svör við. Og þess vegna ætla ég að lesa hérna upp tillögu
sem hér er. Hér er til meðferðar ósk Verkís EHF fyrir Hans Dagsbergs EHF eiganda kísilversins í Helguvík sem áður hét United Silicon. Að skipulags- og matslýsing verði tekið til meðferðar samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 223/2010. Jafnframt var óskað eftir heimild til vinnu við deiluskipulagsbreytingu í samræmi við skipulags- og matslýsingu samkvæmt 2. málsgrein 38. grein lagana. Á 217. fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar sem haldinn var 12. október síðastliðinn var þessari beiðni hafnað. Ljóst er að óvissa ríkir stöðu skipulagsmála í Helguvík. Óljóst er hvort að verksmiðjan geti tekið til starfa á ný á grundvelli gildandi skipulags og þá ríkir óvissa skyldu Reykjanesbæjar til þess að samþykkja beiðni af þessu tagi. Á þeim grundvelli sem hún lögð fram. Kanna þarf betur meðal annars gildi þess deiluskipulags sem nú í gildi auk framkvæmda leyfa. Þá þarf einnig að skoða hvort það sé ekki eðlilegt að framkvæmda aðili klári að vinna umhverfismat áður en hafist handa við endurskoðun deiluskipulags. Loks, ef farið verður í endurskoðun á skipulagi í Helguvík, hvort ekki sé rétt að Reykjanesbær standi sjálfur á þeim breytingum og þá jafnvel í fleiri en einum áfanga og þá með hvaða hætti mögulegt að tryggja aðkomu íbúa að deiluskipulagsbreytingu ef einhver verður. Og ég vil ítreka þetta að tryggja aðkomu íbúa að deiluskipulagsbreytingu ef einhver verður. Við teljum rétt að afla sér frekari gagna málið og viljum fela skipulagsfulltrúa að beina erindi til skipulagsstofnunar og óska eftir því að skýr svör berist sem fyrst. Því legg ég hér til að þessu máli frestað að sinni á meðan að frekari gagnaöflun fer fram. Og það meirihlutinn í bæjarstjórn sem leggur þetta hér fram og óskar eftir þessu máli verið frestað að sinni þar til þessu upplýsingar berast. Takk fyrir. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég verð að játa það að ég fagna ákvörðun umhverfis- og skipulagsráðs að hafa hafnað beiðni Dagsbergs. Breyting á deiluskipulagi Helguvíkur forsenda þess að hefja starfsemi kísilversins að nýju. Breytingin felst meðal annars í því að heimila verði að byggja svokallaðan neyðarskorstein sem hærri en núverandi byggingar. Reykjanesbær ber engin skylda til að breyta skipulaginu, ekki síst þegar uppvíst að byggt var í trássi við gildandi skipulag sem orðið þekkt. Miðflokkurinn mun ekki samþykkja breytinguna enda var það okkar helsta kosningaloforð að verksmiðjan yrði rifin og seld úr landi. Vilji meiri hluta bæjarbúa, Reykjanesbæjar, hann kom berlega í ljós fyrir kosningar. Ég velti því fyrir mér hvort að stjórnmálaflokkur sem hefði lofað því að greiða götu þess að kísilverðið yrði gangsett að nýju hefði fengið brautargengi í kosningunum. Íbúar Reykjanesbæjar vilja þessa verksmiðju burt. Ég vil að þetta sé bókað. Takk fyrir. Hver fleiri sem vilja taka til máls? Ríkharður, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég sit í umhverfis- og skipulagsráði, þannig að ég einn af þeim 5 aðilum sem tók þessa ákvörðun að hafna þessu erindi. Mér finnst eiginlega réttast að ég bara komi hér upp til þess að greina pínlítið frá því. Það var bara ágætis umræða þessa ákvörðun okkar og í fyrsta lagi þá náttúrulega sjáum við fyrir okkur að við viljum að þetta fari í umhverfismat áður en að deiliskipulagsvinnan fer fram og í öðru lagi þá viljum við að deiliskipulagsvinnan verði náttúrulega sjálfsögðu hjá Reykjanesbæ og við stýrum því og reynum að hafa þetta eins nálagt íbúanum og við mögulega getum. Þannig að ég sé ekki fyrir mér neitt annað en að við styðjum við það sem að Friðjón var að bera hér á borð áðan, að fresta þessu máli með þeirri orðræðu sem hann hafði á undan henni. En
bara svo að sé alveg á hreinu að þá held ég að það sé alveg morgunljóst að við íbúar hér í Reykjanesbæ erum náttúrulega mjög brennd af þessu máli, vægt til orða tekið og við munum ekki gefa neinn afslátt af framtíðar skipulagningu í Helguvík. Það bara alveg á hreinu. Takk fyrir. Takk fyrir Ríkharður. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, þetta mál fyrir mér eitt það erfiðasta sem að ég hef komið að sem bæjarfulltrúi á mínum ferli í bæjarstjórn. Vissulega hafa fjármálin verið snúin og erfið en þetta risavaxið mál, bæði til framtíðar og fortíðar horft. Við erum nefnilega ekkert að takast á við eitthvað sem bara að byrja í gær. Við erum að horfa hér á eitthvað sem hófst fyrir löngu síðan þegar við horfum upp á stöðuna hér á þessu svæði, afleita stöðu. þar sem að fólk fekk ekki vinnu og á einhverjum tímapunkti ákveðu menn að grípa til þeirra ráða að reyna að fjölga störfum með stóriðju í Helguvík. Og síðan hefur margt gerst þar, alls konar verksmiðjur verið nefndar sem ekki hafa orðið að veruleika og núna lítur Helguvík út bara eins og risavaxinn kirkjugarður stóriðjunnar sem átti að fara að verða að veruleika. Við sjáum þarna hálfbyggt álver og við sjáum kísilver sem hefur valdið okkur verulegum vandamálum. Svo að ekki sé nú meira sagt. Ég held að menn hafi bara farið af stað með þetta kísilver að góðum ásetningi. Ég sat ekki í bæjarstjórn á þeim tíma sem að þessar ákvarðanir voru teknar að hefja rekstur á þessu eða veita leyfi fyrir þessu. En ég get alveg skilið það sem að lá til grundvallar þeim ákvörðunum sem menn tóku á þessum tíma. En því miður fór það þannig að sá góði vilji sem að menn höfðu til þess að byggja hér upp atvinnu sem gæti skilað einhverju til samfélagsins og til íbúan okkar sem að hér búa, þá fór þetta bara allt í fokk. Þeir sem að voru í samskiptum við okkur, lofuðu okkur öllu fögru, sögðu við okkur að þetta yrði byggt eftir bestu fáanlegu tækni, þeir voru hreinlega bara að ljúga okkur. Það var bara þannig, þeir luguðu bara að okkur. Og það bara þannig, eins og Jón Gnarr sagði einhvern tíma þegar var spurður að því hvernig hann ætlar að færa innanlandsflugvöllinn frá Reykjavík, þá svaraði hann þannig, ég bara veit það ekki, ég hef aldrei fært flugvöll. Og þannig það bara með kísilverið. Við höfum aldrei tekist á við svona stóra framkvæmd. Og það voru ekki bara við eða bæjarfulltrúar þess tíma sem voru að takast á það, heldur allar eftirlitsnefndir sem átt að vera í lagi hjá ríkinu. Og það má í raun og veru segja og kemur fram í skýrslu samskipti ríkisstofnana við þá sem að störtuðu þessu fyrirbæri að allt hafi brugðist. Og fyrir síðustu kosningar lagði ég fram tillögu það að samskipti okkar við þessa verksmiðjur yrðu könnuð og vonandi verður það að veruleika innan tíðar að ráðist verði í slíka athugun. En því miður gerðist það að allt brást í þessu. Við fengum hérna yfir okkur mengun sem að olli mörgum íbúum
verulegum óþægindum. Margir urðu veikir og þurfti að leita sér læknis. Aðrir hörkuðu að sér og létu þetta yfir sig ganga. En við urðum flest okkar sammála um það sem að hér búum að við þetta yrði ekki unnað. Við myndum ekki búa í samfélagi sem að væri á þann háttinn að hér væri verið að spúa yfir okkur drullu og skít alla daga. Og á einhverju tímapunkti var mælirinn fullur og bæjarstjórn Reykjanesbæjar krafðist þess af Umhverfisstofnun að reksturinn yrði stöðvaður, sem að var gert. Og ég kann Umhverfisstofnun þakkir fyrir að hafa gert það. Þetta fyrirbæri fer síðan í gjaldþrot. Þeir sem að sögðu við okkur að hér yrði gull, þeir voru lofað okkur gull og grænum skógum, þeir sigldum þessa verksmiðju í gjaldþrot. Hún var nú ekki stöndur en svo að hún þoldi ekki þessi áföll. Og nú er komið að því að einn af hluthöfunum er að óska eftir því að við förum að staða aftur og veitum honum ráðrúm til þess að fara með verksmiðjunni í gang aftur. Einn af stórum hluthöfunum í gömlu kennitölunni. Hann er tekinn við og segir núna við okkur að nú er bara allt í góðu. Og er það áreiðanlegt? Það var líka sagt á Bakka að þetta myndi ganga bara alveg frábærlega. Menn var að eyða svo miklu peningum í þetta og allt gengi svona vel. En hvað? Ég veit ekki betur en að megn óánægja sé komin upp á Húsavík vegna þess að menn standi ekki við neitt. Launakjör sem voru lofuð bæði hér og á Bakka, þau standast ekki. Það eru bara erlendir starfsmenn sem að vinna orðið í verksmiðjunni og annar ofnin á Bakka hann virkar ekki eða veldur vandamálum. En alltaf á þetta gerast eftir samkvæmt bestu fáanlegu tækni. Þannig maður spyr sig, býtu, af hverju á ég að trúa þessu núna? Er eitthvað hægt að ætlast til þess að íbúar Reykjanesbæjar veiti bara mönnum heimildir til þess að leika sér af að heilsu fólks? Er það bara eðlilegt og rétt? Mér finnst þetta ekkit vera eitthvað bara spurning eitthvað skipulagsmál. Mér finnst þetta líka vera bara það í hvaða samfélagi viljum við búa. Og ég hef bara engan áhuga á því að búa í svona samfélagi. Það sem að peningavöldin stjórna því með hvaða hætti þetta samfélag þróast. Ég get ekki betur séð en að sá sem að ræður yfir hlutnum í Helguvík í dag, hann ætli sér bara að koma í veg fyrir að hann tapi fjármunum. Burtséð frá því hvað við íbúar höfum að segja um þetta mál. Ég upplifði þetta bara þannig. Menn fóru inn í þetta sem hlutafar töpuðu hlutafjörnu sínu en þeir náðu verksmiðjunni til sín vegna þess að þeir voru á fyrsta veðrétti. En aðrir hlutafar, þeir töpuðu öllu. Menn áttu hundruði milljóna, voru dæmdir fyrir dómstólum til þess að greiða verktökum hundruði milljóna. Þeir sleppa frá því. Þeir labba með verksmiðjuna og sleppa frá því að greiða aðrar skuldir sem að inn í þessu voru. Þeir sleppa líka frá því að borga laun. Það er fullt af fólki sem átti inn í laun hjá fyrirtækinu sem ekki fór greitt. Vegna þess að ábyrgðasjóður launa tryggir ekki nema laun upp að ákveðnu marki. Og margir starfsmenn áttu inni milljónir í þessu fyrirtæki. Og þær eru núna að fjúka út gluggann. Vegna þess að ábyrgðasjóður launa greiðir það ekki. En fjármálastofnunin, hún er ekkert að pæla í því. Hún ætla bara að hámarka sitt fé. Nú eigum við að setjast niður og
veita þeim ráðrúm til þess að koma verksmiðjunni í ganga aftur. Ég segi það að það er ekki á verksviði 11 bæjarfulltrúa að ákveða slíkt. Það getur aldrei verið á verksviði 11 bæjarfulltrúa að ákveða slíkt. Þetta er stærra mál en svo að við getum leyft okkur það að taka ákvörðun í þessu máli hér innan þessara veggja. Ég get fallist á það að við frestum þessara ákvörðun tiltekinn tíma til þess að skoða hvaða valdheimildir við höfum í þessum málum. Og samkvæmt upplýsingum sem mér finnst ég hafa náð að afla mér, þá er það bara á forræði sveitarfélagsins að ákveða, gera og breyta deiliskipulagi. En það skal gert í samráði við íbúa eins og kostur er. Við erum að halda hér grenndarkynningar ef að menn ætla að setja upp einhverja sjoppu og menn geta greitt atkvæði það eða litla bílalegu, krútlega bílalegu hérna niður í bæ, þá fer það í grenndarkynningu. Og ég segi ekki annað en það að við hljótum að þurfa að kalla eftir skoðunum íbúa í þessu máli. Þannig að ég ætla að beita mig fyrir því ef að menn ætla að pressa þetta eins og þeir eru að gera núna, að þetta mál fari til íbúanna til ákvörðunartöku. Takk fyrir þetta, Guðbrandur. Fyrir fleiri sem vilja koma til liðinu. Það langar mig að bera upp tillöguna sem var sett fram að málinu eru frestað, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast rétt við hönd. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næsta mál á dagskrá er liður 3, Hafnargata 12, tillaga að deiluskipulagi. Liðurinn er opinn til umræðu. Þeir sem það tekur enginn til máls. Þeir sem geta samþykkt lið 3, vinsamlegast rétt við hönd. Og það er allir einróma sammála það. Svo tökum við fyrir lið 4, Víkuröst, erindi gámahús. Eitthvað sem vil taka til máls undir lið 4. Þá göngum við bara til samþykkta, þeir sem geta samþykkt lið 4, vinsamlegast gjöfumerki. Eru allir sammála lið 4? Já, það er samþykkt. Liður 6 er næst ára dagskrá, Hafdalur 6-14, óskum skipulagsbreytingu, eitthvað sem vil taka til máls undir þeim lið. Þá byrja hann upp til samþykta, þeir sem geta samþykkt lið 6 og hann er samþyktur einróma. Þá er það liður 7, Vallagata 24, Loftnet niðurstaða grenndarkynningar, eitthvað sem vil taka til máls undir lið 7. Þá byrja hann upp til samþyktar, vinsamlega sínu merki. Hann er samþyktur einróma. Við höldum bara áfram, þá tökum við fyrir lið 11, Hafnargata 42, uppskipting á lóð, eitthvað sem vil taka til máls. Þá byrja hann upp til samþyktar, þeir sem eru sammála, samþykja lið 11 og hann er samþyktur einróma. Þá er það liður 13, það er Mardalur 16-24 og 26-32 niðurstaða grenndarkynninga, eitthvað sem við taka til máls undir liðnum. Þá byrja hann upp til samþyktar og það samþykja allir lið 13. Þá byrja bara upp fundagerðina að öðru leyti ef eitthvað vil taka til máls. Guðbrandur, nei, Einhver annar en Guðbrandur sem vil tjá sig fundagerð umhverfis skipulagssviðs, þá byrja hann upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundagerðina í heild sinni öðru leyti og hún er samþykkt einróma. Þá vindum við okkur í þriðja mál á dagskrá og það er fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 2. október. Er eitthvað sem vil... Ég var það. Já, fylgstu með. Eitthvað sem við taka til máls undir lið íþrótta- og tómstundaráðs, Anna Sigríður, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þegar ég hef skoðað yfir fundagerðir íþrótta- og tómstundaráðs undanfarið, tek ég eftir því að mörg íþróttafélög hafa verið að óska eftir styrkjum og meira fjármagni í íþróttunar. Margir íbúar í Reykjanesbæ telja að við séum íþróttabær og ég tel að við þurfum að auka fjármagni í allar íþróttir, alveg sama hvaðan þær koma. Og fyrst og fremst þurfum við að bæta aðstöðu og aðbúnað. Og eins og við heyrðum áðan frá ungmennaráði þá voru mörg góð erindi frá þeim. Þau komu inn á til dæmis eins og skólahreistibraut, þau vilja sjá fleiri skólahreistibrautir í bænum okkar. Þeim finnst vera mikilvægt að krakkar séu að hreyfa sig, þeim finnst vera mikilvægt að krakkar séu fyrirmyndir fyrir önnur börn og aðra nemendur í bænum okkar. Og við þurfum að styðja við þetta starf. Ég hef setið marga fræðslufundi frá sérfræðingum sem að gera kannanir í skólum á Íslandi, kannanir hagi og líðan barna, og það ávallt sömu skilaboðin sem við fáum eftir þessar niðurstöður úr könnunum, til skilaboð til foreldra, fylli daginn hjá krökkunum á skipulögðum íþróttum og tómstundum. Þetta ekkert annað en forvarnir. Við þurfum bara að auka fjármagn í forvarnir. Það ekki nóg að tala það, við þurfum að gera það. Þá þurfum við að hugsa íþróttir og tómstundir, þetta eru forvarnir og við þurfum að styðja við krakkana, við þurfum að styðja við alla aðstöðu í bænum og bara sýna að við séum tilbúin til að styrkja og bæta allar íþróttagreinar og alveg sama á hvaða tímabilið Eins og Gunnar Þórarins kom inn á áðan, það alltaf hægt að koma til móts við einhvern á miðju tímabili og styrkja. Þetta það sem við viljum. Við viljum að Reykjanesbær sé íþróttabær, þá þurfum við að standa undir því. Svo ég segi bara, höldum áfram, setjum meira fjármagn í forvarnirnar, bætum aðstöðuna, bjóðum upp á fyrsta flokks aðbúnað í öllum íþróttagreinum, setjum metnað í þetta, þá ná árangri saman. Takk. Takk fyrir Anna Sigríður. Margrét Þórarins, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Með leyfi forseta bæjarstjórnar þá langar mig að svara hér umsögn sem ég fekk vegna tillögu minnar að nemendur í 9. og 10. bekk myndu sjá myndina Lof mér að falla. Ég verð að segja það olli mér miklum vonbrigðum að tillagan Miðflokksins hafi verið hafnað. Forvarnir byrja heima fyrir. Það mikilvægt að foreldrar sjái myndina með börnum sínum, síst ekki í ljósi þess að skapa umræðu hana, sem bara ákveðin forvörn. Það mjög mikilvægt að foreldrar séu vel upplýstir þann dökka heim sem að fíkniefnaneyslan á Íslandi og geti svara spurning ungmennum sinna í þeim efnum. Sveitarfélagið Árborg hefur samþykkt að bjóða öllum ungmennum í 9. og 10. bekk á myndina í samráði við foreldra og skólayfirvöld. Eftir sýningu myndarinnar verður haldið málþing þar sem öllum foreldrum boðið að mæta og taka þátt. Einnig munu aðstandendur fíkla segja frá reynslu sinni sem ættingjar einstaklinga sem að hafa fallið frá vegna fíkniefnaneyslu. Auk þess munu fulltrúar barnaverndar og lögreglu taka þátt í málþinginu. Það einlæg ósk mín að Reykjanesbær endurskoði þessa ákvörðun og standi faglega að mikilvægu forvarnamáli með sama hætti og sveitarfélagið Árborg gerði. Takk fyrir. Gunnar Þórarinsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og gestir. Aðeins að íþróttamálum, almennt. Við höfum verið að tala það í gegnum tíðina að við þurfum að koma á
einhverju skipulagi á þetta. Það eitt af brýnasta sem við þurfum að gera núna, að gera einhverja grein fyrir því hvernig við ætlum að byggja upp íþróttirnar og íþróttaaðstöðuna. Það vantar einhverja framtíðarstefnumótun, eins og hér kemur fram reyndar í bókun IT-ráðs, í samstarfi við íþróttafélögin það hvernig eigi að standa að uppbyggingu. Við þurfum að gera gangskör að því að koma slíku af stað. Það bara bráðnauðsynlegt. Og tek undir það sem hér hefur verið sagt af Önnu og fleirum, að það brýnt að styðja við bakið á íþróttahreyfingunni og það í raun og veru bestu forvarnirnar. Að koma þar að með betri hætti og meiri hætti en áður. Takk fyrir, Gunnar Þórarins. Einhverju fleiri? Ríkharður, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, og ég ætla að taka undir með Gunnari og þeim aðeins sem hafa komið hérna upp í pontu varðandi stefnumótun fyrir íþróttahreyfinguna eða bara aðstöðuna hjá íþróttunum almennt í Reykjanesbæ. Við sjáum ljónagrifið hérna á hálfgerðri undanþágu. Þetta svolítið svona í lamassessi og ég held að sé rosalega brýnt að koma þessari vinnu af stað og leyfa íþróttafélögunum að leiða hana. Ég held að það sé stórhættulegt ef við förum í að reyna að plástra hluti hér fram og tilbaka. Það bæði kostnaðarsamt og glórulaust og þessi stefnumótunarvinna, hún verður að fara af stað sem allra fyrst. Takk fyrir. Takk fyrir, Ríkharður. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek undir það að menn eigi að setja þessa stefnumótun í gang við fyrsta tækifæri. Hún bara nauðsynleg og þegar að fjármunir eru á skotnuskanti þá geta menn ekki leyft sér að eyða peningum í hvað sem þetta í hug og því að rétt og gott að við séum að nýta þá eins vel og kostur auðvitað í samráði við íþróttafélögin en við erum líka að gæta því að þau eru auðvitað hagsmunaaðilar í málinu. Allir vilja fá meira og ég held líka sé bara rétt að við ráðum okkur einhverja sérfræðinga til liðs við okkur sem að geta leiðbeint okkur með hvað hætti við að gera þetta. Við þurfum líka bara að bera saman það sem við erum að gera við önnur sveitarfélög og þannig að við fáum einhverja svona heildstæða mynd af því hvernig við stöndum, hvað við erum að gera vel og hvað við erum að gera síður og reyna þá að svona móta okkar stefnu með hliðsjón af því. Það kannski, finnst mér vera svona góð leið til þess að vinna eftir. En mér langar hérna að því að bæjarfulltrúi Margrét nefnir hér þessa mynd lof mér að falla og þá tillögu sem hún setti fram að bjóða grunnskóla nemendum á þessa mynd. Ég er búinn að sjá þessa mynd og ég var nú fyrst lengi vel bara að veltaði fyrir mér að sjá hann ekki, ég var ekki viss hvort ég væri bara tilbúin til þess, kannski sjálfsmýs vegna en ákvað að fara með dóttur minni. Og við vorum djúpt snortin bæði tvö að hafa séð þessa mynd. Hún er rúmlega 20 ára. Við það fara tvennu sögum af forvarnagildi þessara myndar. Og ég held að tilgangur þeirra sem að gerðu þessa mynd hafi ekkert verið endilega sá að hún yrði einhver forvörn, heldur listaverk, sem hún vissulega er. En að leið öll listaverk hafa einhverja meiningu. Annars verða það ekki listaverk. Og
ég er búinn að sjá í fjölmiðlum undanfarna daga ýmsa koma fram á sjónarsviðið og halda því fram að þessi mynd hafi takmarkað forvarnargildi. Og ég bara geti nefnt hérna, ég með bara horfi hér á mann sem heitir Funi Sigurðsson á mynd. Þessi maður er forstöðumaður Stuðla og hann lét hafa þetta sér á Stöð 2 að þessi mynd, hún hafi takmarkað forvarnargildi ef nokkuð. Og hún geti jafnvel virkað í öfugt. Þannig að ég er ekkert alveg klár á því hvort að það sé endilega rétt að senda ungmenni á þessa mynd. Ég er sammála því að það sé eðlilegt og rétt að við tölum þessa hluti við börnin okkar og það hef ég gert eigandi fullt af börnum. En ég veit ekkert ég veit það bara með sjálfa mig að það var skipt engu máli hvað það var sagt við mig, ég bara gerði það sem ég sýndist. Það virkaði ekki forvörn á mig, allavega ekki bíómynd. En ég bara virði þennan vilja sem að kemur fram í þessari tillögu Margrétar en ég er ekki viss um að við höfum endilega beitt ykkur fyrir því að senda börnin á þessa mynd. Það verður bara að vera ákvörðun hvers foreldris fyrir sig. Takk, Guðbrandur. Fleiri sem vilja taka til máls? Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að kannski tvennt sem mig langar að nefna þetta vegna umræðuna sem hér á sér stað. Það fyrsta er varðandi þessa mynd, lág mér að falla. Það var mat forvarnarhópsins svokallaða hjá Reykjanesbæ að hún hefði ekki það forvarnargildi sem margir vilja vera láta. Þetta eru stjórnendur í grunnskólanum Reykjanesbæjar, þetta er lögreglan og fleiri aðilar sem koma að þessari ákvörðun og það er ákvörðun, það er þess vegna sem það er ekki gert. Þetta er sérfræðihópurinn sem er í samskipti við börnin og það er þeirra mat að svo er. Samtakahópurinn sem vinnur í forvörnum. En ég skil vel og tillögu Margrétar en get líka skilið þetta sem Guðbrandur var að reifa hérna áðan og ætla nú kannski ekki að hafa meira orðið það en það var ástæðan sem sagt, það var þetta mat ráðgjafahópsins. Annars sem ég langar aðeins að nefna varðandi íþróttir, þetta er nú einn vinsælasti málaflokkur bæjarstjórnar á hverjum tíma og það vilja allir gera allt fyrir íþróttamenn og íþróttakonur. Fyrsta lagi vil ég nefna það að fjárhagsáætlun er gerð til þess að fylgja eftir og hún er grunnur góðs rekstrar og það er ekki gott eins og nokkrir hafa gefið hérna sent út í heim að það sé eðlilegt að koma með auka fjárveitingar á miðju ári. Það er bara alls ekki svoleiðis. Það hefur verið tíðkað í mörg ár meðal annars í þessu sveitarfélagi og við viljum koma í veg fyrir það. Við þurfum ekki bara á okkur sjálf, við þurfum líka að aga íþróttahreyfinguna sem og aðra sem er að sækja fjármuni til okkar. Við reynum að vinna fjárhagsáætlun á þann veg að hún standist og við viljum líka senda hrein skilaboð til þeirra sem eru að vinna með okkur að þeir þurfa að undirbúa mál sín vel áður en koma til okkar og í samráðum við aðastjórnir. Það hefur verið eitt alveg vandamál íþróttahreyfingarinnar hérna hjá okkur í gegnum árin að einstaka deildir hafa haft mjög greiðan aðgang að bæjarstjórninni í gegnum bæjarfulltrúa eða starfsmenn án vitneskju eða ábyrgð aðastjórnar og það er bara alrangt. Aðastjórnin er einn sem er ábyrgð fyrir rekstur deilda og allir aðrir eru raunum vera aðstæðanlega sé ábyrgðarlausir en ábyrgðin liggur hjá aðastjórn, fyrst og fremst. Menn geta krafist ýmissa hluta og þekki það vel sjálfur. Ég hef verið formaður í 3 íþróttafélögum og maður getur krafist ákveðna hluta en svo getur maður að labba frá ári síðar og ábyrgðin lendir þá á einhverjum öðrum. Þannig að við þurfum að senda út skýr skilaboð til íþróttahreyfingarinnar sem kostar Reykjanesbæ yfir milljarða á ári
að við viljum vinna með þeim að öllum góðum málefnum en vera öguð og horfa til framtíðar. Og við getum kallað okkur íþróttabæ. En hvað þýðir það að við erum að taka undir allar þessar óskir? Á mig virkar þetta dálítið þannig að við ætlum að vera ábyrgðarlaus. Að menn séu búin að gleyma því að við erum undir hrammi eftirlitsnefndar og íþrótt er ekki lögbundið. Þannig að þeir bæjarfulltrúar sem ætla að slá sér í brjóst að við höfum að styðja íþróttir sem við auðvitað allir viljum, umfram eitthvað meira en kannski verið að gera og niður í fjárhagsáætlun sem verður kynnt fljótlega, þá verða menn að passa sig. Hvar ætla menn að taka peningana? Hvernig ætla að fjármagna þetta? Þannig að mér finnst gott ef bæjarfulltrúar sem vilja gera góða hluti fyrir íþróttnar velti því upp hvar peningarnir eiga að koma. Það er bara að velta því upp og segja hverju eigum við að sleppa. Ef við ætlum að sleppa Janusarverkefninu fyrir aldraða til þess að gera nýjan hreistivöll, það er svona cirka bát sami kostnaður. Hvar er að taka peningana sem við ætlum að setja í íþróttnar? Men þau geta ekki sagt hérna á þessum dögum að við erum að gera allt betur og gera það meira sem nokkur sinnum á ári að auka fjármagn. Mér finnst þetta dálítið mikilvægt, þannig að núna næstu dögum verður kynnt ný fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og ekki bara næsta ár, heldur út tímabilið sem eftirlitsnefndin er með okkur og þetta er bara risa mál. Það hafa verið hugmyndir upp að lækka skatta, það má vel vera kannski að við lækkum ekki skatta ef það væri til að sem kæmi hérna fram til þess að styrkja íþróttnar, þá hefur mann að gera það. Það var þetta aldrei gott. En mér finnst þetta aldrei mikilvægt að bæjarstjórnin sem hefur í 4 ár samþykkt fjárhagsáætlun samhljóða að við reynum að halda fókus í þessu, höldum áfram leiðina sem við ákváðum að fara, eins að þar er framtíðin. Við ætlum ekki að sigla í hináttina þar sem við förum að sleppa inn krónum og við ekki fara þangað. Við erum dálítið föst í þessu, vöndum okkur og gerum þetta vel. Það þýðir ekki það að ég sé einhver andstæðingur íþrótta. Ég vil þeirra veg sem mestan, eins og allir vita hérna í bæjarstjórn, og við gera sem best og þess vegna höfum við lagt svo mikla áherslu á það að fara í stefnumótun, finna sameiginlega lausnir við ykkur, hvernig getum við gert þetta betur, hagkvæmar þannig að veri meiri peningur eftir í rekstur íþróttahreyfingarinnar, hvernig getum við gert það? Eitt sem ég dettur svona í hug, að því ég veit að það fyrir taugarnar á fólki, við gætum þurft að sameina knattspyrnufélög eða íþróttafélög yfir höfuð. Við gætum þurft að finna lausnir og spila sama fótboltavellinum, bæði Keflavík, Njarðvík, eða spila körfubolta í sama húsinu hvort við Keflavík eða Njarðvík. Þetta er mikil ábyrgð að setja milljarð í íþróttir á hverju ári og vilja ekki horfa inn á við hvernig við viljum sjá framtíðina. Og ég veit að hérna eru fullt af Keflvíkingum og Njarðvíkingum, en við þurfum aðeins að setja saman og velta því upp. Hvernig ætlum við að gera þetta saman í framtíðinni? Af því að við erum alltaf að tala forvarnargildi íþrótta. Við erum að tala forvarnargildi íþrótta og þá er kannski nafnið aðalmálið. Nafnið hefur ekkert forvarnargildi. Þannig að við þurfum aðeins að velta þessu hvernig við viljum standa í þessu stefnumótun og vera óhrædd við það. Ég er ekki að segja það að endi með sameiningu, ég er bara að segja að við erum óhrædd að taka þetta samtal. En við erum fókusmiðuð og gerum þetta almennilega. Svo hvet ég ykkur öll til að fara og horfa á myndina og lofa mér að falla. Takk. Takk Friðan. Gunnar Þórarins, hversu? Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóragestir. Þetta var einkennileg ræða hjá formanni bæjarráðs. Skildi hana bara hreint ekki. Það er náttúrulega ljóst að við höfum á hverju ári, þegar við gerum fjárhagsáætlun, sett einhvern lið upp sem heitir óráðstafað. Þar setjum við inn fjármuni sem eru ætlaðir til þess að mæta slíkum verkefnum sem við erum að tala um hér í sambandi við íþróttirnar. Þessa milljón sem var sett í það að leigja húsnæði upp á velli. Framtíðin er auðvitað óljós og þess vegna gerum við þetta.
að setja til hliðar fjármuni sem ekki búið að ráðstafa sérstaklega. Og þarna erum við að nota þessa fjármuni til þess að styðja við bakið á íþróttunum. Mér finnst það sjálfsagt og eðlilegt. Hvað varðar hins vegar þessar hugmyndir hans sameining og slíkt, þá verðum við nú bara átt okkur á því að meiri hluti starfs íþróttahreyfingarinnar sjálfboðavinna. Sjálfboðavinna. Og það að ætla að taka í frammi fyrir hendurnar á íþróttafélögunum með einhverjum hætti, með þessu móti, þetta bara til þess að kveða niður áhuga íbúa á því að starfa við hliðina á þessu börnum sínum. Bara augljóst. Og það væri bara verið í raun og veru að kasta á glæ starfi sem að væri ekki annars til staðar. Þetta liggur svo í augum uppi að ég skil bara ekki hvers vegna þessi ræða kom fram það að sameina og svo framvegis. Bara, ég held að maðurinn sé bara búinn að tapa áttum. Takk Gunnar, Ríkharður, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, já, ég vil bara minna á það að stefnumótun hún fjallar einmitt það að horfa til framtíðar og vera öguð. Og svona lykillinn í þessum sem við erum að reyna að koma á framfæri að það þarf að vinna betur með íþróttahreyfingunni og fá fram hverjar þarfir hennar eru. Ef við hins vegar erum núna að reyna að leysa hlutina, jafnvel með einhverjum svona vafasömum bráðabirgðalausnum, þá nú bara staðreyndin sú að til lengri tíma kosta það jafnvel meira. Takk fyrir. Takk Ríkharður, Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, gestir. Já, það áhugavert að hlusta á umræðuna íþróttir og tómstundir. Þetta er eitthvað sem allir hafa áhuga á. Það hafa allir áhuga á íþróttum og tómstundum. Kannski ekki endilega stunda íþróttir, en kannski að horfa á þær. Og það hefur enginn nefnt það hérna og ég nefndi það ekki áðan. Gleymum þið ekki, fjölgunin í Reykjanesbæ gríðarleg. Að öll þessi börn sem komið í grunnskólan okkar, erum við ekki að fara að byggja nýjan grunnskóla. Hann mun kosta eitthvað, dálítið mikið, finnst sumum. Getum við kannski minnka kostnaðan þar til að auka fé í íþróttir og tómstundir? Eitthvað hægt að skoða það? Ég myndi vilja sjá einhvern tala það seinna meir. En við þurfum að huga því að þegar við segjum, það eru allir velkomnir í Reykjanesbæ. Við erum öll hérna að taka þátt í málþingum, ráðstefnum, aðalfundum, afmælisboðum. Við hittum fullt af fólki, velkomin í Reykjanesbæ. Við erum að byggja ný hverfi, fullt af húsum til sölu, velkomin í Reykjanesbæ. Við viljum bjóða alla velkomna hingað. Það fullt af fólki að flytja hingað, mikið af börnum. Og við segjum, öll börn eiga að koma í íþróttir og tómstundir. Það eru forvarnir. Við viljum að öll börn af erlendum uppruna komi í íþróttir og tómstundir. Af hverju viljum það? Jú, það til að þau efli sig og nái að þroskast og fái betri félagsþroska og það margt sem þetta hefur bara jákvæð gildi fyrir krakkana. Þetta eykur málþroska þeirra, þau eignast fleiri vini, þetta hefur áhrif á námið þeirra, allt sem við kemur þessum börnum. En við gleymum því stundum að þegar við erum að bjóða fólk velkominga, þá þurfum við að bjóða upp á góða aðstöðu og að við viljum ekki, eða ekki endilega viljum ekki, að við viljum ekki sjá það að ákveðnu upphæðir fari í íþróttir og tómstundir. Þetta bara samtal sem við þurfum að eiga á hverju einasta ári. Og eins og búið að nefna hérna, það fara mikla fjárhæðir í þetta og þetta ekki eitthvað sem að bæjarstjórn sé skyldu til að gera. En þetta eitthvað sem mjög mikilvægt í uppeldi og barnanna hér í Reykjanesbæ. Og ég bara halda því á lofti að setja fjármagn í íþróttir. Takk. Takk Anna Sigríður. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Þetta komið út víða völl og enn að reyna að sjá stóru myndina og við fannir að sameina félög og horfa enn lengra fram í tíman. En þetta segir okkur hvað mikil þörf á og svo bara þessi beiðni sem kemur þarna frá Njarðvík. Þetta svona segir okkur hvað íþróttahreyfingin við hefur verið að fá svona misvísandi skilaboð. Þetta ekki eins og Friðjón kom inn á. Þetta ekki alveg skýrt hvert við erum að fara. Á að byggja
nýtt íþróttahús, nýja ljónagrifi hérna á Afreiðsbrautinni, eða átti íþróttahúsið í Stapaskóla að vera það stórt að þetta gæti verið keppnisvöllur? Er annað eitthvað á að byggja við Hlíðaskóla sem að verður við Hlíðahverfið eða verður þetta tengt Reykjaneshöllinni? Þetta bara hluti sem við þurfum að ræða og ekki hræða íþróttarhreyfinguna með eftirlitsnefnd sveitarfélagana. Þetta íþróttir snúast ekki þetta, ekki nánast stöðuna bara eins og hún í dag. Og við séum ekki alltaf að henda út plástrum á hverju ári. Ég er búinn að vera hérna í þó nokkuð tíma og Friðjón var einu sinni í minnihluta eins og ég er núna og þá var hann hundfúll yfir því hvað var lítið sett í íþróttarhreyfinguna. Ég man að hann talaði yfirleitt þetta væri til skammar hvað við settum lítið í þetta. Og þar var samt, og ég er alveg, þetta er búið að fara í taugarnar á mér allan tíman, að það sé alltaf þessir plástrar. Það er alltaf að koma upp beiðnir frá öllum deildunum allt árið. Og þessar deildir eru ekki reknar út frá fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar. Það er bara þegar að brennir á þeim eitthvað, þá koma þau og banka okkur vantar. Þetta er bara þannig. Þannig að við þurfum að veita þeim stuðning í að horfa til langrar framtíðar. Við erum sveitarfélagi í gríðarlegum vexti og við erum langt á eftir. Ríkisstofnanir eru líka langt á eftir. Það er allir langt á eftir. En það þýðir ekki að við getum ekki sest niður og spáð í þetta. Hvernig viljum við hafa þetta? Þannig að við viljum bara íþróttarhreyfingar sem mestan í Reykjanesbæ. Við ætlum ekki að segja þeim að sameinast, ekki frekar en að við getum beðið eftir því að ráðherra samgöngu, sveitarstjórnarmála getur sagt okkur að sameinast, hvað heitir, sveitarfélag með langanafnið, eða einhver öðru sveitarfélagi. Þannig að þetta þarf að vera unnið með íþróttarhreyfingunni. Svo að því að minnst á forvarnir varðandi þessa mynd, ég hef ekki séð lof mér að falla. Ég verð að taka undir með Guðbrandi, ég er bara valla þori að fara á þessa mynd. Ég horfði á heimildarþættina, lof mér að lifa og maður bara allur vindur úr manni. Maður bara ráðþrota. Þessi vágestur, hann slær nærri í mörgum fjölskyldum. Maður þekkir þessa týpur, maður þekkir þessa sögur og eins og ég segi, maður er fallast hendur, maður vinnur í sínu nánustu. Af veikum mætti finnst manni eftir að hafa séð þetta. En ég er ekki á því endilega að það sé forvörnið því að senda alla krakkana til að sjá þessa mynd. Skipasmiðir flykkjast ekki á Titanic til að átt að segja því hvernig það var að byggja skip. Já, takk Baldur. Forseti vil aðeins koma inn í þessu umræðu sem er þörf og mjög mikilvæg, en staðreyndin er að við viljum öll efla íþróttir í Reykjanesbæ. Við erum öll að vilja gerð fyrir öll íþróttafélagin okkar og allar íþróttir og við stöndum frammi fyrir óforsvaranlegri fjölgun í sveitarfélagi okkar og sem fylgir gríðarlega fjöldi barna og eðlilega eykst til muna ásókn í íþróttir og tómstundir sem betur fer. Eins og kemur fram í lið 6 í fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs, þá eru hvatagreiðslurnar sem að við höfum verið með ár eftir ár í Reykjanesbæ og hefur nýst takmarkað að það hefur ekki verið full nýttur sjóðurinn. Hvatagreiðslur í dag eru ekki nægjanlegar vegna mikils íbúafjölda og mikil fjölda barna. Þó verðum við að hafa í huga að við erum ennþá undir aðlögunaráætlun og verðum næstu árin því miður. En það er alveg ljóst að við þurfum að fara í stefnumótunarvinnu í þessum málum, bæði íþrótta- og tómstundamálum, og fara hreinlega bara forgangsraða hlutunum. Hvað verðum við að gera strax og hvað getum við beðið með og horft á hvað liggur mest á. Friðjón Einarsson, fyrst vel. Og bæjarfulltrúar. Ég er bara ánægð með þessi viðbrögð að menn skulu hafa skoðun á þessu og taka umræðan íþróttahreyfinguna og
auðvitað, eins og Rikkorður sagði, þá ég að gera þetta til þess að menn vakna til lífsins að finna einhverja lausnir í þessu. Það ekki þess að ég sé á móti hreyfingunni. En mér finnst samt að koma hérna upp og tala að minnka kostnað eins og í skólamálum til að setja yfir íþróttahreyfinguna. Við bara getum það ekki, það bannað hjá okkur í dag. Og þetta svo mikilvægt að við áttum okkur hvað við erum að koma. Ef við getum minkað stafnskóla helming og sett á byggt grasvöll og gert hvað sem við vil, íþróttahreyfinguna, það ekki hægt. Við þurfum að vera alltaf ábyrgð í þessu, sína ábyrgð í vegna þess að við erum eftirlitsnefnd. Og ég ekki að nota eftirlitsnefnd sem grílu. Þetta bara staðreyndir sem við erum að vinna með. Það ekkert gaman þegar maður hittir fólk í íþróttahreyfingunni og tala við þá og þeir vilja peninga og maður reyna að röksta okkur við getum ekki gert það. Þannig það koma reynd fram. Heldur hann að standa hérna upp í pontul og einhverju öllu fögru og svo ekkert að marka það. Þannig var það nefnilega í gamla daga hérna. Þar ætluðu menn að byggja heilan Laugardalsvöll. Og hvar hann í dag? Það ekki svona grunnurinn á honum. Menn lofuðu öllu fögru. Nú við bara að vinna þetta vel og ætla aftur að taka undir orðans Rikkars að við að fara í gang og horfa til framtíðar. Hvað getum við gert betur? Og kannski tekst okkur að sameina 2 gólfvelli eða eitthvað, ég ekki að segja þurfi, meiri samvinna. Með svona gott dæmi þetta þegar við hugsaum við það að við erum með 2 knattspyrnuvelli í Reykjanesbæ eða 2 íþróttavelli sem sína knattspyrnu og báðir aðrarnir að kaupa sér sláttuvélar til að slá vellina. Og þriðji aðilinn sem gólfvöllurinn á vélar. Akureyringar, starra samfélag, við erum að fara yfir það strax, þeir fengu gólfvöllur til að slá alla vellina. Og það munar miklu í hagkvæmni en peningarnir skilja eftir á félögunum. Ég að tala svona hluti. Hvernig getum við unnið betur saman til þess að laga reksturinn á félögunum? Að við fáum meiri peninga til að nota með hagkvæmni. Enginn er feignar en ég ef að reksturinn sé betri. Ég búin á 5 börn, 7 barnabörn og öll hafi verið í íþróttahreyfingunni. Ég búin að vera formaður í 3 félögum og stjórnarmaður í 4. Ég veit alveg hvernig íþróttahreyfingin er. Ég var bæði í Njarðvík og í Keflavík. Ég ekkert að halda meira með Keflavík eða Njarðvík. Ég vil bara við horfum til framtíðar og hættum þessari þröngsýni sem ríkir í hreyfingunni. Og það alveg rétt. Það kemur til að það að stækka Stapholtsskóla íþróttahúsið. Býtu síðast var að byggja körfuboltahús við Afraksbrautina. Hvert vilja menn fara með þetta? Eða 50 metra sundlaug við Stapholtsskóla eins og eitt sagði. Það þetta sem vandamálið. Við fengum 17 skýrslur stefnumótun íþróttafélaga sendar til okkar. 17. En það vantaði reyndar frá mörgum aðilum, stórum aðilum. Af því við vorum að spyrja hvað viljið þið gera. Við fengum 17 skýrslur. Engin aðalstjórn settist niður og tók saman. Heldur fengum við bara endalaust. Þannig að endanum þurfum við að taka ákvörðun af því peningavaldi leikur í okkur. Og ég vil veg íþróttahreyfingar eins mikið eins og mögulegt er. Ég verð að segja eitt, því að Gunnar vinur minn veit það, að lykillinn óráðstafað nýr lykill sem við settum í gang fyrir 4 mánuðum síðan. Hann var ekki til. Þá voru náttúrulega reglar öðruvísi, þar á undan, að því menn gátu alltaf gert fjárhagsáætlun og komast að auka áætlun fóru að líða árið. Það gerða menn bara alltaf. Þannig að fjárhagsáætlun stóðst aldrei, við bara bættum við ykkur og tóku peningar einhvers staðar frá. Ef tekjur jukust, þá eittum við þeim. Þannig var það í mörg ár. Þá bjuggum við til hennar pott sem var óráðstafað til að mæta áföllum á árunum. En kannski eðlilegast þegar við erum búin að læra að reka sveitarfélag og það ægi hjá sveitarfélaginu sjálfu því við höfum að hafa góða fyrirmynd. Við höfum ekki að rjúka til og breyta hlutum ef við gerum sömu kröfu eins og ríkið. Það sem örfá verkefni standast fjárhagsáætlun hjá ríkinu. Stór verk sem þið fara í og það fyrir 50% yfir eða 100% yfir. Við ætlum ekki að vera þar. Af því við ætlum að koma þessu sveitarfélagi upp úr þessari lægð sem það er. Þess vegna bara spurning hvort það nokkuð vera til liður sem heitir óráðstafaður. Bara burt með hann og festa niður hverja einustu krónu. Þá þarf að vera verulega sterk rök af hverju einhver vill eitthvað tíma. Þetta fín umræða og ég hlakka til að vinna með ykkur, en ég ætla bara að minna bæjarfulltrúa á það að við þurfum að sýna aga
í þessum málum svo við náum árangri. Og ég ætla að biðja ykkur núna, ef þið ætla að fara að ræða það, að fara á fleygiferð ykkur í fjárveitingum, að hugsa hvað þið ætla að taka það. Það ekki nóg bara að standa upp og segja við ættum að gera og ættum að gera. Af því að þá þurfum að segja hvað þið ætla að taka peningin. Það gamla fólkinu eða leikskólanum eða hvað ætla að taka? Af því að það eru lögbundnu verkefni okkar. Það eru lögbundnu verkefni sem liggja fyrir. Það eru mjög skýr skilaboð. En auðvitað vill ég líka einn Laugardalsvöll í Reykjanesbæ. Það ekki það. Takk. Takk Fríðan. Eru fleiri sem vilja taka þetta máls? Margrét Þóra önskar svör. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar og aðrir gestir, já, ég fagna þessari umræðu og ég get að mörgu leyti verið sammála Friðjóni, en ég algjörlega sammála minnihlutanum. Við getum ekki endalaust verið að setja plástur á sárin. Við erum að bjóða alla velkomna í sveitafélagi, eins og Anna Sigríður benti réttilega á. Verðum við þá ekki bara aðeins að sporna við þessari fjölgun? Ég bara spyr. Þessi fordæmlausa fjölgun, það flykkist fólk hingað inn í sveitafélagi og við vitum það öll að forvarnir skipta miklu máli. Og þar erum við að tala um íþróttirnar. Takk fyrir. Takk fyrir Margrét. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég var mjög stoltur á fjármálaráðstefnu sveitarfélagana hlustand á Janus Guðlaugsson lýsa því verkefni sem hann var með í gangi í Reykjanesbæ, samningum sem hann hafði gert fyrir Reykjanesbæ og hafa verið hluti af þeim hópi sem tók ákvörðun að setja það í gang. Janus sagði frá því að það voru 2 sveitarfélög með samning við sig, annað héti Reykjanesbær og hitt Hafnarfjörður. En svo var verið að spyrja hann hvernig þetta væri fjármagnað. Og þá fór Janus að segja frá því að eldri borgarar í Hafnarfirði væri með tómstundastyrk. Og það kom það í ljós að tómstundastyrkir í Hafnarfirði eru 48.000. Bæði til ungmenna og líka til eldri borgara. En í Reykjanesbæ eru tómstundastyrkir 28.000. Þrátt fyrir að við höfum verið að hækka á verulega á síðasta kjörtímabili. En við erum ekki með neina tómstundastyrki fyrir eldri borgara. Og þá var ég ekki alveg jafn stoltur. En ég veit alveg til í þessu Friðjón að byggja einn Laugardalsvöll. Ég bara get það ekki. Ég á ekki pening. Ég get heldur ekki búið til hvatagreiðslur af tómstundastyrki fyrir eldri borgara núna. Ég á ekki pening til þess. Jú, bæjarfulltrúi Baldur segir, jú, við eigum að fara í stefnumótun. Jú, ég er sammála því við eigum að fara í stefnumótun. Við erum búin að vera að tala um það að fara í stefnumótun. En ég man eftir í, hafandi verið í bæjarstjórn á kjörtímabilinu 2006-2010, þegar þáverandi bæjarstjóri boðaði okkur á mikla opnunarhátíð eða gilli sem átti að vera upphafið að byggingu mannvirkja fyrir ofan Reykjaneshall. Sameiginlegra íþróttamannvirkja. Og það var flott, við borðum snittur og höfðum gaman og horfðum á veltum fyrir okkur hvernig þetta yrði allt saman. Við varum komið með þarna flottan fótboltavöll og ýmislegt fleira. Þetta var einhver stefna sem að þáverandi bæjarstjóri hafði tekið. 2006 held ég þetta hafi verið. En nú er 2018. Sjáu þið. Það er 2018. Og ég hef ekkert orðið var við að
að menn hafi fylgt þessari stefnu frá þeim tíma 2006. Heldur fóru menn í uppbyggingu á allt öðrum stöðum sem að algjörlega í trássi við þá stefnu sem að menn voru að boða þarna 2006. Ekki af því að endilega þeir hafi vilja að gera eitthvað annað, heldur bara hugsanlega vegna þrýstings og hagsmunagæslu ákveðina aðila. Ég skal ekki það segja, en þessi stefna varð ekkert að veruleika á þessum tíma eða menn fylgdi henni allavega ekki eftir á árunum þar á eftir. En ég vil bara minna á þetta vegna þess að mér fannst þetta að vera mjög framsækið og hefði viljað fylgja þessu eftir að við myndum með einhverjum hætti sameinast það að byggja sameiginlegan íþróttavang með einhverjum hætti. Við erum jú sveitafélag með bæjarhluta sem að voru einu sinni sjálfstæð sveitafélag og ég held að við getum alveg sameinast það að nýta þetta svona eins vel og kostur er. Mér langar að gera allt fyrir alla en ég bara geta ekki, ég alltaf blankur ennþá. Takk fyrir þetta, Guðbrandur. Nú, ef ekki fleiri vilja taka til máls, þá ber ég fundargerðina upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs, gefið merki vinsamlegast. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir næsta lið sem er fundargerð fræðsluráðs frá 5. október. Orðið er laust. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, þessi tími er tími fjárhagsáætlunargerðar og hér keppast menn við að reyna að ná saman fjárhagsáætlun og starfsmenn allir að vilja gerðir til að reyna að ná utan það og láta fjárhagsáætlun verða veruleika og við séum að leggja fram einhvert plagg sem að við getum svo staðið í framhaldinu og sinnt þeim verkefnum sem við þurfum að sinna eins vel og kostur er og helst að gera eitthvað meira ef við getum. Og þarna er á dagskrá í 5. lið fjárhagsáætlun 2019 og þarna er sviðsstjóri fræðslusviðs að kynna fyrir ráðinu vinnu við fjárhagsáætlun og það sem að mér langar að vekja athygli á þarna þegar hann er að kynna þessa forgangsröðun sem að hann telur að þurfa að leggja fram af því að það er ekki hægt að gera allt fyrir alla að þá sé þarna sérstök áhersla lögð á það að þjónusta börn með sértækar þarfir. Mér finnst það bara virðingavert að menn alltaf leggja áherslu á þennan hóp sem að þarf á því að halda að við séum að standa við bakið á þeim og ég vil bara þakka ráðinu og fræðslustjóra fyrir þessar áherslur. Takk Guðbrandur. Forseti tekur heils hugar undir það sem þú komst að. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Okay. Þá ber ég fundargerð fræðsluráðs upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina, vinsamlegast gefið merki. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næsta dagskrá er fundargerð velferðarráðs frá 10. október síðastliðnum. Halldór og Fríða, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hér fram undir öðrum lið í fundargerð velferðarráðs þjónusta við umsækjendur í leit að alþjóðlegri vernd, þar sem óskað er eftir stækkun þjónustusamnings Útlendingastofnunar við Reykjanesbæ. Áður en ég fer yfir máli langar mig að taka fram að mjög gott samstarf er í velferðarráði þar sem mál eru rædd á mjög lýðræðislegan hátt og ég vil líka nota tækifæri að hrósa starfsmönnum á velferðarsviði
sem vinna vel undir miklu álagi. En til að reifa þess samskipti sveitarfélagsins við Útlendingastofnun síðastliðna mánuði, þá óskaði Útlendingastofnun eftir því bréfleiðis þann 13. apríl að Reykjanesbær taki á ný við einstaklingum í þjónustu. Á fundi velferðarráðs 8. ágúst síðastliðinn var tekin ákvörðun að ekki væri hægt að verða við þeirri beiðni og rök fær fyrir því að við hér viljum halda áfram að taka á móti fjölskyldum og fólki úr jaðarhópum og gera það áfram vel. En það álit ráðsins að sveitarfélagi hafi staðið vel að móttöku þeirra til þessa. En nú eru 60 manns í þjónustu sveitarfélagsins sem bíða eftir lokaniðurstöðu í þeirra málum og það er mjög mikilvægt í ljósi umræðu í samfélaginu að taka allan vafa af því að Útlendingastofnun greiðir að fullu allan kostnað við þá þjónustu og því engin kostnaður sem fellur á sveitarfélagi. En nýjasta beiðni Útlendingastofnunar sem tekin er fyrir í þessari umræddu fundargerð nú í dag snýr að því að Útlendingastofnun hefur nokkurt skeið haft á leigu húsnæði í sveitarfélaginu þar sem dvelja nú rétt innan við 90 einstaklingar sem bíða afgreiðslu sinna mála, en þjónusta þeirra er alfarið í höndum Útlendingastofnunar með engri aðkomu sveitarfélagsins. Alls engri aðkomu. Þessi nýja beiðni Útlendingastofnunar varðar sem sagt þá einstaklinga sem þar dvelja, en ekki þær fjölskyldur sem við erum að þjónusta nú þegar. Nýjar fjölskyldur myndu þó á endanum ganga inn í þennan samning, eftir því sem fjölskyldurna sem dvelja hér núna myndu ganga út úr núverandi samningum. En erindi þeirra var á þá leið að leigusamningi þessa umrædda húsnæðis sem þeir nýta núna hafi verið sagt upp og nýtt húsnæði tekið á leigu í sveitarfélaginu þar sem rými er fyrir 106 manns í 53 tveggjamanna herbergjum. Svo virðist sem búið hafi verið að ganga frá þessum samningum á fullu. Beiðni Útlendingastofnunar að þessu sinni var að Reykjanesbær myndi ganga inn í leiguna á þessu húsnæði á árinu 2019 og taka yfir þjónustu við þá einstaklinga sem þar dvelja hverju sinni og stækki þá samningin úr þessum 50 til 70 einstaklingum upp í 100 í einhverjum skrefum eftir því sem fjölskyldur sem nú eru í þjónustu ganga út úr núverandi samningum. Velferðarráð hefur áður svarað því að Reykjanesbær getur og mun halda áfram að þjónusta 50 til 70 manns með áherslur á fjölskyldur og jaðarhópa eins og áður hefur komið fram og gera það eins vel og hægt er og þá alltaf með mannúða sjónarmið að leiðarljósi. Svo svar barst fljótlega eftir þennan síðasta fund frá Útlendingastofnun þess efnis að þau vilja hefja samræður áframhaldandi samstarf og mótun þjónustunnar í sveitarfélaginu, en okkur finnst einfaldlega brýnt að taka samtali áður en ákvarðanir sem þessar eru teknar, sem hafa mjög mikil áhrif í samfélaginu. Það má ekki gleyma því að það fólk sem við erum að þjónusta í þessum málaflokki er í langflestum tilfellum að flýja heimkynni sín nauðbeygt og þarf fyrst og fremst stuðning og það að upplifa öryggi í nýjum aðstæðum. Auðvitað eru einhverjir sem ekki eru á réttum forsendum en við verðum að gæta þess að alhæfa ekki í þessu málaflokki frekar en öðrum. En það er ósk mín að fulltrúar Útlendingastofnunar komi á fund með bæjarfulltrúum og velferðarráði og geri grein fyrir þætti stofnunarinnar í þjónustu við þá einstaklinga sem dvelja hér í sveitarfélaginu á þeirra vegum. Þá er ég að tala ekki þá sem við þjónustum á þeirra vegum. Eins ef fjölskyldur með börn eru staðsett í þessu húsi, að þá hvaða þjónusta stendur þeim til boða. Einnig vilja að gerð veri grein fyrir aðbúnaði fólksins sem býr í húsinu og að við ræðum það alvöru hvort Útlendingastofnun ber ekki ákveðna ábyrgð. Til dæmis að fara með svo umfangsmikla starfsemi 100 manns í einu húsi, í einu hverfi í sveitarfélaginu, í grendakynningu, svo eitthvað sé nefnt. Sem þarf að taka upp það þarf að taka þessu umræðu upp með umhverfis- og skipulagsráði. En auki samtal á milli stofnunarinnar og sveitarfélagsins hlýtur að vera eðlileg krafa af okkar hálfu. Takk fyrir.
Takk fyrir Halldór og Fríða. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Fríðan Einarsson, gjörðu svo. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar alveg sérstaklega að hrósa velferðarráði fyrir þessa afstöðu og greinargott yfirlit sem Halldóra fór hérna með. Þetta er mjög mikilvægt að við stöndum í fætuna gagnvart ríkinu, þó að ríkið sé nú marghausa þurs, þá verðum við samt að gæta þess að við erum eiginlega í átökum á öllum sviðum við ríkið. Á sama tíma og þessi ákveðna stofnun, útlendingastofnun, vill leita samstarfs við okkur, þá er vinstri hendin að taka á okkur fé frá eftir sölu og eignum upp á Ásbrú upp á 13 milljarða, hagnaður, nettóhagnaður, vegagerðin, samgöngunar okkar, áætla að tapa okkur síðustu 4 ár eru 3 milljarðar. Lögreglan hefur varla fengið stöðu gildi hérna niður í sveitarfélaginu hjá okkur. Við veitum að það er aukning upp á flugvelli en hérna í sveitarfélaginu okkar þá var varla orðið aukning á stöðugildinu hérna í yfir 10-20 ár. Og svo að ég minnist ekki á heilbrigðisstofnun. Og þá vill Útlendingastofnun koma aftur til okkar og auka við. Þetta nær engu tali hvernig þeir hegða sér. Við höfum bara að reyna að koma í, að því að við viljum ekki að þetta gerist, þá verður þurfa að finna lausnir þar sem að þeir vakni til lífsins. Þannig að mér er frábært hvernig þið unnið þetta mál og takk fyrir það. Takk fyrir Fríðan. Hverju fleiri? Jú, bæjarstjóri gjörðu svo. Forseti, ég ágætu bæjarfulltrúar vegna þessar umræðu og vegna frétta eða viðtal sem að haft var við mig og birt fyrst á MBL, þetta var MBL sem hringdi í mig í gær og spurði út í þessa afgreiðslu velferðarráðs. Þá, eins og stundum gerist, að þá ræður maður ekki því hvernig fréttir að fyrirsagnir setta fram og ég ætla ekki að svo sem ræða það en vil bara bæta því við að það sem ég sagði meðal annars við blaðamanninn og ekki kemur fram í fréttinni er að ég liti svo á að Reykjanesbær væri með þessum, með þeirri þjónustu sem við erum að veita hælisleitendum í dag að axla sína ábyrgð á mjög ábyrgan hátt og að ég höfðaði til samfélagslegra ábyrgðar fleiri sveitarfélagi að gera slíkt hið sama. Og það væri bara, þetta væri verkefni sem að þjóðin þyrfti að leysa og kannski suðvestur hornið í sátt og samlyndi og bað blaðamanninum að taka það fram. En það kemur ekki fram í þessum fréttum. Þannig að þetta er sett svona, finnst mér frekar fram á kaldranalegan hátt en samtali var ekki þannig. Kærar þakkir bæjarstjóri Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég langar að þakka Halldóru Fríðu fyrir þessa yfirferð sem að mér finnst lýsa virðingu fyrir viðfangsefninu sem er stórt og mikið og vandasamt. Því að mér brá svolítið þegar ég sá Reykjanesbær vill ekki fleiri hælisleitendur og eins og bæjarstjóri nefnir hér, þetta var sett fram á kaldranarlegan hátt. Og mér þykir auðvitað bara sorglegt að vita til þess að það sé verið að hrúga fólki svo tugum og jafnvel hundruðum skiptir inn í eitt húsnæði eins og rollum í rétt. Vitandi ekkert hvað býður þeirra eða hvort það fá að vera hér eða yfir höfuð bara hvernig líð þeirra verður.
Það er auðvitað vont að segja nei við fólk sem hefur upplifað mikinn sársauka. Það er bara eiginlega ómögulegt að gera það. En eins og bæjarstjóri segir hér, þá er þetta samfélagslegt verkefni og það er svolítið sérstakt að ríkisstofnun skuli geta keypt eða leigt húsnæði hvar sem henni sýnist og ákveðið einhverja tilstefnu að einhver tiltekið starfsemi fari þar fram. Þess vegna finnst mér mjög flott að það sé verið að óska eftir því að Útlendingastofnunin hitti bæjarfulltrúa og ráðið og fara yfir þessi mál öll sömul. Vegna þess að við þurfum sem samfélag að taka á þessu. Það er bara við sjáum, það er eitthvað að í heiminum þegar að fólk krúar sér í lítinn árabát svo hundruð skiptir út á haf, vitandi það að helmingurinn og hópni getur drukknað á leiðinni. Það er eitthvað mikið í gangi. Og við þurfum að horfa til þess. Það snýst ekkert um það að ég eigi Ísland og ég hafa fæðst hérna. Ég á ekkert Ísland, ég var bara svo heppinn að fæðast hérna. Þetta fólk er óheppið að fæðst annar staðar. Þannig mér finnst það frábært að þessi vera nálgast þessari verkefni að svona mikilli virðingu. Takk Guðbrandur. Ríkharður Ibsen, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil sérstaklega þakka Halldóri Fríðu, formanni velferðarráðs, fyrir hennar erindi. Mér finnst þetta bara virkilega vel unnið. En það er alveg rétt, við þurfum að skoða þetta í víðu samhengi. Og þó að margir eigum sárt að binda og maður skiljið það vel, að þá er það nú bara þannig að það er ekki hægt að rúa bara fólki á eitt stað og jafnvel ekki í neinu samtal við nokkurn mann. Það er bara alveg glórulaust. Sem nefndamaður í umhverfis- og skipulagsráði þá finnst mér með hvað fyrir í grenndarkynningu ef þú kemur með 100 manns í eitt húsnæði eða á eitt svæði þá er nú ýmislegt sem ætti nú að sleppa grenndarkynningu í samræmi við það. Þannig að hvort sem það eru svona mál eða yfirleitt mál varðandi tímabundið vinnuafl og fleira, ég held að við þurfum að skoða þetta afskaplega vel og skynsamlega. Þannig að ég vil þakka bara Halldóri Fríðu fyrir velunni störf, bara vel gert. Takk fyrir. Fyrir Ríkharður. Forseti vill einnig koma aðeins inn á fundargerð velferðarráðs, en eins og við bókuðum í velferðarráði einnig þá er náttúrulega aðalástæða fyrir þessu að við hreinlega innviðir okkar samfélags eru komnir að þolmörkum. Þannig að þetta er ekki bara að við nennum ekki að sinna þessu verkefni, við bara höfum bara ekki því miður bolmagn í þetta og koma svona kannski ekki aftan á okkur en að vera búin að taka húsi á leigu sem opnar í næsta mánuði og þessi vinnubrögð þótt okkur svolítið merkileg. En fínt að fá fundin með því. En innviðirnir okkar að koma að þolmörkum og við hefðum viljað vinna þetta mun betur þess vegna ákveðum við að neita þessu. Þeir sem geta samþykkt fundargerð velferðarráðs, vinsamlega skilja merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð menningarráðs frá 12. október síðastliðnum. Orðið er laust. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og ennþá góðir bæjarfulltrúar og gestir. Við erum að fara að taka upp eitthvað léttara hjal, Það voru menningarmálin, það er bara alltaf fjör þar á þeim bænum. En ég ætla aðeins að því að ég var í smá tíma í menningarmálunum og hérna er til dæmis í 5. lið en þá verið að fjalla gjaldskrána sem sagt við fyrirverandi menningarráð. Þessi gjaldskrá var sett á síðasta kjörtímabili þvert á okkar vilja og mér sýnist að þetta ráð sé á sama máli að það eigi að fella niður aðgangseyri í dúshúsin. Þetta er voða lítill aur sem kemur þarna inn. Minnir þetta séu 2-3 milljónir cirka. Það væri hægt að ná í þetta með öðrum hætti. Til dæmis eru þeir ferðamenn sem heimsækja okkur. Þeir eru æstir í að kaupa okkur einhverja minjagripi
og ef að við getum bara aukið traffíkina þannig í gegn þá myndi til dæmis sala minjagripa jafnvel aukast. Það er hægt að ná í þennan pening af túristunum með öðrum hætti heldur en að setja upp hlið við innganginn. Þannig að ég styð þetta heils hugar að verið fundna nýja leiðir til að rukka inn í dús safnahúsin. Tek líka heils hugar undir þetta með pólskan dag. Þetta með endilega að halda partí sem oftast og ef ekki fyrir Pólverjana sem eru komnir í stór hluti af bæjarlífinu, þá vil ég endilega styðja þetta. Svo það sem Gunnheiður Kjartans að bera á borð, þetta var alltaf á teikniborðinu. Þegar við opnuðum rocksafnið, þá tók ég þátt í að kortleggja rockið í Reykjanesbæ. Það er til semst rockkort, þar sem að helstu staðirnir, þar sem að partíum voru á haldinu og þar sem að menn ólust upp og svo framvegis, merkt inn. Þannig að það er búið að undirbúa þessa vinnu þannig lagað. Það er svona ákveðin jarðvegur fyrir þessu og þetta er sem sagt eitthvað sem að ég var að ræða við einhverja á sínum tíma, að við myndum henda upp skiltum hér og þar á góðum stöðum, en það þyrfti að væri sniðugt að vera hægt að búa til einhverja gagnvirkni úr þessum skiltum. Bara til dæmis að sé þetta QR-merki þar sem að menn geta náði frekari upplýsingar. En allavega ég styð hugmyndina. Og náttúrulega líka að hljómsveitir fái æfingahúsnæði, það er alltaf lykilatriði. Svo vil ég náttúrulega óska formanni menningarráðs fyrir að hafa valið formann menningarráðs í lið útsvars og óska þeim allsins besta í baráttinu framöndan. Takk fyrir þetta, Baldur. Ég heldur samt að það sé varaformaður. Einhver annar sem vil taka til máls? Þá ber ég fundargerð menningarráðs upp til samþykkta, þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skrifmerki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er komið upp 7. mál, skipan forsætisnefndar vegna breytinga á samþykktum Reykjanesbæjar. Og það er komið fram tilnefning í þetta ráð að við tilnefnum forsetan okkar Jóhann Friðrik og varaforsetan sem er ég og svo Baldur Guðmunds annars vegar. Er eitthvað fleiri tilnefningar? Þeir sem geta samþykkt á þessar fyrirliggjandi tilnefningar vinsamlega skrifmerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú, 8. og síðasta málið á fundinum okkar í kvöld, eða dag, er upplýsingatæknistefna Reykjanesbæjar síðari umræða og ég vil bara hleypa bæjarstjórunum okkar á stað. Gjörðu svo. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, já, hér er til meðferðar og afgreiðslu önnur umræða upplýsingatæknistefnu Reykjanesbæjar. En eins og þau ykkar sem voru hér í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili munið, þá var upplýsingatæknistefnan unnin í hópum hér innan hús og í samráði við ráðgjafa frá KPMG sem höfðu til þess sérþekkingu og stýrðu þessari vinnu ágætlega og gerðu það vel og voru margir sem kom að henni og út úr því kom plagg sem var lagt hér fram til fyrri umræðu á síðasta fundi fyrir bæjarstjórnar sem var að, ef ég man rétt, haldin eftir kosningar, síðustu kosningar og ákveðið að gefa þessari bæjarstjórn hér kost á að fjalla málið í síðari umræðinni. Nú það gerðist síðan í millitíðinni kannski sem betur fer að menn höfðu tíma til að hugsa málið og svona fara betur yfir það og þetta var tekið inn í bæjarráð þar sem að skipstjórar á skoðunum en líka ákveðið að skipa hóp sem að ég til að hafi verið ákaflega vel samsettur, þar að segja með Magnúsi okkar upplýsingatæknistjóra og svo kom Davíð Örn Óskarsson og Andri Örn Víðsson, auk mín.
og við settust yfir plaggið og unnum upp úr því þennan texta sem að hér er lagður fram og lítum þá svo á að það sé hinn eiginlega stefna sem að verður þá sett á heimasíðu sveitarfélagsins og kynnt og unnið eftir, en stóra plaggið sem KPMG lagði fram verður þá meira svona framkvæmdaáætlun og það eru tímasett markmið og ýmislegt sem að við munum svo vinna samkvæmt og vinna að. En þetta er þá stefna sveitarfélagsins eins og hún er rakin hér og ég ætla svo sem ekki að lesa hana neitt sérstaklega yfir því hafið þetta og í eitthvað fórum og geti þá kynnt ykkur hana eða ég skal svara spurningum ef að þær koma fram. En það sem að kannski mér finnst svona í lokin rétt að nefna sérstaklega að það er það sem kemur fram á það síðast og ég ætla að leyfa mér bara að lesa það með leyfi forseta orðrétt. Þá leggur rýnihópurinn til að sett verða á laggirnar verkefnastjórn starfsmanna sem fá það verkefni að innleiða og fylgja framkvæmdaáætlunni, það er að segja þessu upphaflega plaggi, eftir í samráði við upplýsingatæknideild Reykjanesbæjar. Verkefnastjórnin fái einnig það hlutverk að ákveða leiðir, velja forrit og kerfi og vera í raun sá aðili sem tekur stefnumótandi ákvarðanir sem upplýsingatæknideildin okkar vinnur síðan eftir. Það er mjög margt að gerast í tækniheiminum í dag, hinn rafræna umbylting eða fjórða innbylting er hafin og nauðsynlegt að Reykjanesbær grípi þau tækifæri sem henni fylgja. Hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir það að eins og þetta hefur verið gert þetta hjá okkur mjög lengi, þá hefur í rauninni upplýsingatæknistjórinn okkar sem að langt skeið hefur verið Magnús Hallbjörnsson, í rauninni verið stefnumótandinn og sá sem hefur lagt alla línur í öllu þessum málum. Og Magnús er mjög flinkur og mig alls ekki misskilja mig í því, en við höldum að betur sjáu augu en auga í þessu og þessi rétt að setja þá saman svona einhvern hóp sem að verður samsettur eins og segja starfsmönnum. Við eigum eftir að velja þann hóp og ákveða hversu margir þeir verða ef að þið samþykkið þetta, en að það verður þá breikka svolítið sviðið og það komið þá inn í þennan hóp fólk, kannski misjöfnum aldri með misjöfna reynslu sem að þekkir mismunandi notkun á upplýsingatækni, sumir eru góður í forritum, aðrir eru góður í vélbúnað og svona. Það verður svolítið samtal. Því að fyrir svona stórt apparat eins og Reykjanesbæ þá er það eiginlega ekki á og mikilvæg upplýsingatækninar í nútíð og framtíð og fjórðu innbyltingunni og allt það, þá er það eiginlega ekki sanngjarnt að leggja það á einn embættismann eða starfsmann að leiða þennan málaflokk einn og sér inn í framtíðina. Takk. Kæri þakki bæjarstjóri. Hver er fleiri sem vilja taka til máls? Þá ber ég upplýsingatækni stefnu Reykjanesbæjar upp til samþykktar og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá er dagskráin okkar tæmd og við munum gera hlé á fundinu meðan gengið er frá fundargerð.
552. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 16. október 2018 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þóri Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Ríkharður Ibsen, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Guðni Birna Guðmundsdóttir. Fyrsta máli fundargerð bæjarráðs frá 4. og 11. október. Forseti gaf orðið laust til máls tók Guðbrandur Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun vegna 9. máls í fundargerð bæjarráðs númer 1189 frá 11. október 2018 sem var fundargerð Heklunar frá 5. október 2018. Og með leyfi forseta þá mun ekki lesa bókun, hún barst rafrænt. En bókun var samþykkt 11.0. Til máls tóku Díana Hilmarsdóttir, Baldur Guðmundsson, Ríkharður Ibsen, Gunnar Þórarinsson og Kjartan Már Kjartansson og fundargerðina voru samþykktar 11.0. Annað máli fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. október 2018. Annar liður fundargerðarinnar Helguvík, breyting og deiliskipulagi var tekin fyrir sérstaklega. Forseti gaf orðið laust og til máls tóku Friðjón Einarsson og Margrét Þórarinsdóttir. Og Margrét Þórarinsdóttir Miðflokki lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókuna en hún barst rafrænt. Og til máls tóku Ríkharður Ibsen og Guðbrandur Einarsson og bæjarstjórn samþykkir að fresta málinu á meðan frekari gagnaöflun fer fram, en samþykkt 11.0. Þriðji liður fundargerðarinnar Hafnargata 12 til að deiliskipulagi var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Fjórði liður fundargerðarinnar Víkuröst erindi Gámahús var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. Sjötti liður fundargerðarinnar Hafdalar 6014 óskum skipulagsbreytingu var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Sjöundi liður fundargerðarinnar Vallagata 24 loftnet niðurstaða greindarkynningar var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. 11. liður fundargerðarinnar Hafnargata 42 uppskipting á lóð var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Og 13. liður fundargerðarinnar Mardalur 16-24 og 26-32 niðurstaða greindarkynningar var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. En fundargerðin samþykktu að öðru leyti 11.0. Þriðja máli fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 2. október 2018. Forseti gaf orðið laust og til máls tóku Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Margrét Þórarinsdóttir. Margrét Þórarinsdóttir Miðflokki lagði fram bókun og með leyfi forseta þá mun ég ekki lesa bókuna en hún barst rafrænt. Til máls tóku Gunnar Þórarinsson, Ríkharður Ibsen, Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Baldur Þór Guðmundsson og Guðni Birna Guðmundsdóttir og fundargerðin var samþykkt 11.0. Fjórða mál fundargerð fræðsluráðs frá 5. október 2018. Forseti gaf orðið laust og til máls tóku Guðbrandur Einarsson, fundargerðin samþykkt 11.0. Fimmta máli fundargerð velferðarráðs frá 10. október 2018. Forseti gaf orðið laust til máls tóku Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Guðbrandur Einarsson, Ríkharður Ibsen og Guðni Birna Guðmundsdóttir og fundargerðin var samþykkt 11.0. Sjötta máli fundargerð menningarráðs frá 12. október 2018. Forseti gaf orðið laust til máls tók Baldur Þór Guðmundsson og fundargerðin samþykkt 11.0. Sjöunda mál er skipan forsætisnefndar vegna breytingar á samþykktu Reykjanesbæjar nr. 1000 frá 2013. Tilnefnd í forsætisnefnd eru Jóhann Friðrik Friðriksson sem formaður, Guðni Birna Guðmundsdóttir og Baldur Þór Guðmundsson sem meðstjórnendur og með nefndinni mun starfa sviðsstjóri stjórnsýslusviðs ásamt lögmanni og þau sjálfkjörin. Var þetta samþykkt 11.0 án umræðu. Áttunda mál er upplýsingatæknistefna Reykjanesbæjar síðari umræða. Forseti gaf orðið laust til máls tók Kjartan Már Kjartansson. Upplýsingastefna Reykjanesbæjar samþykkt 11.0. Takk fyrir. Nú, þeir sem að samþykkja fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Fundargerðin verður því hér með undirrituð. 550. annar fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið. Varstu búin að prenta og skrifa þessa? Nei, þetta er bara bæjarráð.